Já, góðan dag. Við erum hér. Ég er hér. Þú ert þar sem þú ert. Ef þú aldrei veit það, þá það rangt. Ég veit það ekki. Það svo sem ekkert að vita það. Við erum öll á okkar stað og aðalatriði við séum bara í lagi hvert og eitt fyrir sig. En það allt saman ráðum við sjálf. Það var nú gott að eiga Jesú í hjarta sínu því að hann sér það sjálfur að við séum alltaf í lagi. Þess vegna líka tollir maður við hann og ekki tollir við hann heldur. Gerir hann nú það sama, hann tollir við mann alveg endalaust. Þannig að meinti þetta sem hann sagði þegar hann sagðist að hafa dáið fyrir mig. Þannig að það nú töluvert mikil fórn og það hlýtur að vera mikið og merkilegt á bak við það allt saman. Hann fer ekki neitt. En ef ég náttúrulega missi vitið þá geti ég yfirgefið hann. Því miður þá hafa nú sumir misst vitið þannig séð að þeir eru bara í dag kannski út í móa. En hvað get ég svo sem gert í því? Ekki nema þá bara liti á slikt sem aðvöru fyrir mig með beinum hætti. Og sagt að þessi menn gátu lent í þessu og sett sjálfan sig út í skurð, þá get ég það líka. En svo getur maður bætt við ákveðinni staðhæfingu, en ég vil það ekki. Þetta er vegna þess að við ráðum þessu öll sjálf hvernig lífið okkar er. Og ég auðvitað hvet þig til að ganga með Jesú og ég er búinn að gera það mjög lengi í áratugi og ég sé ykkur að segja ekki að þetta er degi þar og ég hef ekki mist af neinu og það sem ég mist af það mátti hvort er sigla sinn sjó en Drottinn gefur svo miklu meira og betra heldur en það sem að sigldi sinn sjó og maður lítur nú bara á sem kannski neikvæða reynslu en hver sleppir við að eiga neikvæða reynslu, ég þekki ekki þann mann eða þó konu allt er þetta til þess gert í raun og veru þegar þú eignar svona gott eins og Drottinn að þú ferð að sjá gæðin sem hann hefur og þú ferð að sjá hégóman sem þú lifðir í áður en að þú komst til Drottins. Þú hlóst nú hæst allara manna þegar að tala um Jesú og menn voru að gantast með það allt saman og en svo kynntist þú honum augliti til auglitis og það hættir að hlæja og þú gerir það ekki lengur vegna þess að Drottinn er nefnilega ekki ykkur góðsögn. Hann er raunveruleiki, alveg jafn mikill raunveruleiki og þú ert raunveruleiki. Það var nú þetta sem maður upplifði bara strax mann alltaf eftir þessu hvað kom rosalega sterkt til mín þegar ég frelsaðist og sagði ég og það er til Guð og það hefur ekki vikið frá mig síðan og það er vissulega til Guð þannig hann veit alveg hvernig hann á að taka okkur og hvað er ég að gera til hann tæki mig ekki neitt ég var minnst í fílu vondu skapi en það dugði nú ekki til þess að kasta þessum út því að svo hætti ég að vera í fílu, ég er nú aldrei lengi í fílu, en maður fer stundum í fílu. Og ég man alltaf eftir því ég sagði við sjálf mig, þetta er nú kjánalegt. Og ég tók biblíuna mína, Nýja testamentið, hendi út í horn, ég er nú búinn að segja frá þetta frá þessu, og sótti það aftur. Opnaði það, las, og ég sagði, ég horfði svona, það er til Guðs. Það þurftur ekki vera og síðan þá hef ég nú ekki verið samur maður og ég er ennþá við þetta heygarðshorn að lofa Guð og þekki fullt af fólki sem lofar Guð sumir reyndar með hangandi hendi en mjög margir sem ég þekki af öllum huga og öllu hjarta ekki svo að skilja að manni varði hvernig menn gerir þetta en þeir sem eru að þessu með fullum huga og fullu hjarta
að það eru eiginlega fólki sem ég umgengst í dag. Ég umgengst nú eiginlega enga aðra nema þetta fólk. Ég kann bara vel við það. Akkur ég ætti mér ekki að kunna vel við það sem sjálfur hef gert þetta alveg frá fyrstu tíð. Maður hefur náttúrulega gengið í gegnum alls konar skafla en aldrei þannig skafla að manni finnist Guð ekki vera verður. Ég hef aldrei farið út í þá sálma. Að fara út í þá sálma, aðra sálma en þessa, er bara val. Og ég er nú einn af þeim sem er ekkert endilega að kenna öðrum það hvernig fyrir mér er komið. Ég hef nú reyndar aldrei verið sú manneskja. En sumir eru alltaf það. Þeir eru alltaf með fingurinn á, ef þessi væri ekki hérna, ef hinn væri ekki hérna, þá er þetta allt öðru sér. Þetta eru flottadýrin okkar sem eru alltaf og flotta. Ég er löngu búinn að henda flottaskónum. Þeir eru ekki til lengur, þó ég myndi leita þá sennilega myndi ég ekki finna það hvar sem ég leitaði. Og ég sakna þeir eiginlega ekki neitt. Og ég segi við þig, það er nú bara mín reynsla seinni ára, þá best að vera alltaf á sama stað. Þetta nú hlóstu. Það er alltaf þú mátt alveg hlæja. Ég segi sannleikann og ég veit. Ég man alltaf eftir því líka þegar ég var alltaf til að mynda skipta vinnu, ég var alltaf að skipta vinnu og tóldi hvergi í vinnu. En ég man alltaf eftir því maður vissum menn sem voru búin að vera lengi á sama stað. Ég fann svona til öfundar í garð þessara manna, ég man alltaf eftir því. Ég var ekki komin á þennan stað þá. En núna er ég búin að vera á þeim stað í áratugi og ég ætla ekki að skipta. Það eru svona, kæru vinir, ráð sem við eigum að gefa til hvor annara. Að stoppa ykkur staðar, það er svo miklu betra. Það er öryggið sem þú færð þegar þú stoppar. Þarna er ekkert fullkomið. Þarna er allt sem þú þekkir alveg frá A til Ö og þú náttúrulega þekkir orðið fullt af fólki og mikið af þessu fólki eru bara persónulegi vinir þínir. Þannig er þið líka á vinnustað. Menn sem eru búin að vera áratugum saman á vinnustað, þeir náttúrulega verða aldrei neitt annað en ágætis vinir, þó ég sé ekki inn á gafli hvorir í öðrum öllum stundum sem þeir eru ekki í vinnunni saman, og þá eru þeir þarna saman og þetta eru traustir menn. Bara það að þeir hangi segir okkur það að þetta eru traust fólk. Okkur gera þetta og þetta er bara, menn velja þetta sjálfur. Þeir geta þú valið að vera þessi manneskja sem að bara ræktar samband þitt við það sem þú ert með í dag. Það var búin að vera alveg nógu lengi hérna og hvað ætlar að gera? Fara út og fara að byrja einhvers staðar á nýjum stað alveg frá grunni. Það er engin glóra í því. Þetta er nú eitt af því sem maður hefur lært og þetta finnst mér vera ástæða til þess að benda á. Já. Við höldum alltaf, og það var náttúrulega bara það, við heldum alltaf að það veri grænna grasið hinum megin, en það var það aldrei. Við prófum það, svaka gaman fyrstu kannski vikurnar og svo datt þetta bara niður í sama far og var.
Man alltaf eftir því ég var á sjónum og hann átti alltaf að skipta skip þá maður og það var á þeim tíma og ég var alveg vissum að þarna væri fínt að vera maður og svo kannski fór maður þangað og það var alveg sama á hinum stöðnum. Það er alls þar fólk, þú eru að linda við fólk, það er engin fullkomin, við erum alltaf að bíða eftir því að allir séu fullkomnir í kringum okkar en við byrjum aldrei á byrjunni og hver er hún? Byrjaðu að sjálfa þér, ert þú þá fullkomin? En þú ert það ekki, sama hvað þú reynir, hinir eru eins. Og þetta er verkefni sem við erum að vinna með allan daginn og með við lifum, þá erum við alltaf inn í þessu umhverfi. Og hvernig ætlum við að læra þessa einföldu leksíu? Ég veit það ekki. Er ég búinn að læra hana? Nei, ég held ekki. Maður er ennþá að glíma við sömu vandamálin og maður hefur alltaf þurft að glíma við, en munurinn sá er að maður er ekki, sem sagt maður klæðir sig ekkert í þessar hlaupaskó, maður er ekki að fara neitt. En menn geta alveg svo sem gert það sem þeir vilja. En ég segi við þá, hvernig ætla að hætta þessu? Ég get ekki svarað því. Þú getur ekki svarað því heldur því að þú ert ekki búin að sjá vandann. Hann liggur þarna. Hann liggur ekki þeim í kring, hann liggur hjá þér. Það er langt sem ég komst að þessu. Maður hefur lært mikið og ég þakka Guði fyrir rosalega margt sem hann hefur kennt mér. Hann kenndi mér þetta. Svo náttúrulega fyrir utan það, eftir svona allt er komið í ró og við erum farin að vera svona nánari, fór hann að segja mér þetta. Maður leit alltaf á hina sem vandan. En vandinn er til staðar. Því verður ekkert neitað. En vandinn er hann að ég tekst ekki á við hann. Fyrir mig sjálfan. Þú breytir engri mannesku. Það erum við búin að vita allavega ævi. Við getum breytt einni mannesku. Og þú ert hér að horfa á hann. Ég er því að breyta mér sjálfur. Og þú getur farið í spegilið og þú ert búin að heyra þetta og hort á sjónvarpið. Þessari mannesku skaltu breyta. Þú getur það. En þú getur ekki breytt nokkur annari mannesku. Þannig að við þurfum að lifa með þessu öllu. Er það ekki rétt? Hvenær ætlum við að læra þessa leksíu? Ég veit það ekki. En þetta er bara leksían sem við þurfum að eiga. Sem við þurfum að vera undir og vera í. Og vitið það að þú kannski tröllilega hláturinn þegar þú hugsaður um trúa fólk og finnst það svolítið skelfilega skrítið. Ég veit ekki hvað hefur kennt manni meira en þessi svakalega flotta trú. Ekkert meira. Hún hefur kennt mér hvað lífið er í raun og veru og ég bakka ekkert með þetta. Þannig að ef eitthvað hefur bætt mann og gert mann að betri mannesku, þá er það trúin. Þú hefur vist ekki kynnst neina skrýtnar á hólkinu til að trúa að hólf og þú sér nú ekki að það sé neitt betra. Það er ekkert betra. En það hefur lært leksíuna sína af því að það á til trú. Já, trúin, það er nú eitt sem maður hefur komist að hún er ákveðin kennari. Hún kennir þér að umgangast fólk og þetta hræðilega orð, kærleikur kemur upp sem að við höfum svo illa stjórn á. Og af því að kærleikurinn er svona hrikalega erfiður, þá þarftu trú. Trúin heldur utan í kærleikan og límir hann við. Það er nú málið. Þannig það er margt sem er stórkostlegt við þessa trú. Og Drottinn vill gefa þér þessa trú. Hann gaf mér. Það tók nú bara sekúndu brot. Eins ég var að segja það, þá var ég svona, hvað er til við? Það var nú allt og sönd sem að ég sagði. Og þessi Guð, sem ég sá þarna, eða svona sá að skynjaði, hann er ennþá hins sami. Já, það er nú að vera 40 ár síðan. Ég er ennþá við þetta. Ég er ennþá að stunda kirkjuna. Ég man alltaf eftir því þegar ég bjó í Neskaupstað, góðu tími. Og höfund að ég reykingan alveg svo ekkalega. Veistu af hverju? Segðu það engum. Því þeir höfðu allan þennan aðgang að kirkjunni. Þeir gátu, ef þeir vildu, verið á samkomum okkur einasta kvöldi. Þetta var mér þvílík forréttindi
og ég svo náttúrulega fór í söður og ég gerði þetta tíma tölvöld lengi. Þá var maður eiginlega samkomi einhvers staðar hverju kvöldi, en ég það ekki lengur vegna þess að ég bara stoppa í þessari kirkju sem ég í og sækja þær stundir sem þar eru. Það nóg? Ég veit ekkert hvað nóg, en allavega gerir maður þetta þannig að maður ekki dottinn út neitt. Svo þegar maður á milli stunda þá maður nú bara að vinna í orði Guðs. Það ekki nú rosalega leiðilegt, þetta gerir ekkert annað. Það gerir ekkert skemmtilega. Engin leiðindi í kringum orð Guðs og það alltaf að lífga þig við. Alltaf að sýna þér eitthvað. Það alltaf að gera eitthvað sem akkur í og virkilegur slagkraftur í. Þetta nú svo trú sem að ég þekki og ég gerir svo sem ekkert þar nema bara ég trú á Jesú. Hann sér þetta allt. Þannig að maður að sjálfsögðu ekkert að benda á sjálfan sig nema þá bara sem mann sem að trúi. Trúa. Sem að gefa þessu betri þessi garla. Við erum ekkert betri. En við eigum til þess að trú. Hún gerir okkur svona hyggnari manneskjur. Og ef einhver hefndarhugur kemur sem allavega ég kannast ekki við hjá mér, þá setjustu á hann, þannig að það verður ekkert meira en bara einhver skot upp í hausnum. En þú áttur á móti sem að þekkir ekki Guð og hefnir þín bara. Þá náði niður á þessu huglum. Svo ertu náttúrulega bara að baka þér tjón með því sem þú gerðir. Því þér líður ekki vel með hefndarhuginn í hjartanu. Og það veistu nú svo sem ósköp vel, en ef þú ert orðin svo samdaun af syndinni, þá sérðu það ekki. Þannig að margir í heiminum eru bara í að hefna sín. Finna þau fyrir þessu hugla? Það ekki rétt leið. Þannig að það svona ýmislegt sem við vitum. Vitum það mjög vel, en gerum það ekki, og veistu af hverju við gerum það ekki? Við höfum engan kraft í það. Trúin gefur okkur þennan kraft sem við þurfum til þess að ýta þessu til hliðar. Eðlið rosalega öflugt og þetta synduga eðli mannsins sem við fæddustum með rosalega öflugt. Það sleppir engum. En Drottinn fyllt okkur með heilugum anda, takk til því. Og heilagur andi, þú fullur á heilugum anda, hendir öll út. Það það sem gerist. Og svo verður bara eftir heilagur andi og hann fer að sýna allt Drottinn. Og svo kemur að því að þú bara talar eins og þessi kall hérna. Þú ert að segja sannleikann. Þannig að það allt til þess að vinna að gera kirkjuna að einhverjum kosti fyrir sig. En við verðum þá að akta inn í kirkjunni sem menn. Akkur röktum við ekki í kirkjunni sem menn að við höfum ekki fattað kirkjuna. Hvernig hún virkar. Akkur föttum við hann ekki. Að við erum ekkert að kynna okkur það. Og þeim stórsköpum notalegt að vera það. Flýtt að éta og svona maður. Kirkjan miklu meira heldur en flýtt að éta. Með lífið sjálft. Það að segja við bara tökum þessu rétt. En nú ég búinn að kjafta frá mér allt við. Þannig að ég held ég hætti þessu bara núna. Og safni sarpinn. Svo kem ég aftur og kjafta frá mér allt við aftur. Þannig að þér getur farið að laka til.